Næst það constraints. En constraints notum við þegar við erum að teikna í tvívídd. Ég ætla að búa til bara venjulegan ferning. Velja vinnuflöt. Og ég sleppi hérna. Við sjáum hérna að þetta hérna eru constraints. Þessi litlu tákn. Þessar þvinganir hérna þvinga línuna til þess að vera samsíða. Þessi lína er samsíða þessari. Og þetta hérna tákn þýðir það að þessi lína hún er lárétt. Skoðum aðeins fleiri constraints. Ég ætla að búa til hring. Þá bara út frá þessum punkti hérna. Smellum. Ok. Við sjáum að það myndast form hérna. Ef ég tek til dæmis formið, eða hringinn, og fer hérna í hérna, þá sjá ég er búinn að festa hann við, það eru hérna constraints sem festa hann hérna við þennan punkt. Ef við förum hérna og eyðum þessum táknum hérna, þá losa ég þennan punkt frá. Ok, við höldum áfram, eyðum næsta, svona, og svo þessum, og þá erum við alveg búin að losa hringinn frá. Ég get skellt honum aftur í, svona. Þannig að þetta er í rauninni, eða þessar línu, þetta hérna er hjálparlína, ég get eytt þeim, en ég er með sérstakt skjal til þess að útskýra constraints betur, við skulum opna það. Fer hérna inn í datapanel og opna constraints. Tekur smá tíma að lótast inn, loka þessu. Til þess að því að þetta hérna er skets, þá þarf ég að fara hérna inn í sketsin og smella hérna. Þá get ég farið að vinna með þessi form. Fyrsta formið hérna, eða fyrsta aðgerðin í constraints, þessi hérna gluggi er aðgerðaglugginn fyrir constraints. Hérna sjáum við allar aðgerðina sem hægt er að gera. Við getum slökkt á táknunum og þá er það hérna, show constraints. Þá hverfa þessi litlu tákn sem eru hér. Ok. Byrjum á því að færa til dæmis þennan hring á þessa línu. Þá vel ég þetta tákn, smella á punktinn og smella á línuna. Og hann færist. Ég ýti á escape og ég get farið hérna og stækkað. Eða ég get farið í punktinn og fært hann til. Ég sjáu hérna constraints, þetta segir að þessi punktur sé fastur á þessa línu. Ég get farið og eytt honum og fært síðan. Ég ætla að ýta á Ctrl+Z að fara tilbaka. Ég get líka smellt á punktinn, smellt á táknið og farið hérna. Beint í punktana, ekki bara línuna. Ok, þá er það næsta. Ef ég vil taka þessa línu hérna og smellinni hérna upp að þessari, þá ýti ég á þetta tákn. Þá færist hún hingað upp að línunni. Ýti á Ctrl+Z og fer tilbaka. Svona. Næsta. Hér erum við ætla ég að sýna hvernig við færum þetta hringlaga form hérna og látum það passa við þessa kúrfu hér. Í rauninni eins og passi þennan punkt. Þá ætlum við að nota concentric. Smellið á línuna, ekki punktinn, svona og þetta færist. Og þið sjáuð hérna, þegar ég ýti á escape, þið sjáuð hérna táknið. Þetta er táknið sem festir. Ýti á hann, eyða honum, með því að ýta á delete og þá get ég fært þetta tilbaka. Ok. Þetta ætlum við aðeins að skoða eitthvað sem heitir midpoint og collinear. Ef ég smelli á midpoint, smelli á punktinn og á línuna, þá færist þessi midpunktur á línuna. Færi Ctrl+Z til þess að búa til punkta, þá förum við í point, það er hér. Ég get búið til eins marga punkta ég vil. Til Ctrl+Z. Ef við ætlum að færa þetta form, til dæmis eins og færa þessa línu þannig að passi hérna á, þá get ég líka nota midpoint, smelli hérna, smelli á línuna og smelli hér. Svona er hægt að láta hlutina passa við miðlínu. Hér erum við með
tvær línur og við ætlum að láta þennan punkt smella hérna í þessa miðlínu hérna, miðpunktur sem á þessar línu. Það sama aðgerðin, við smellum á midpoint, smellum hérna og á miðjuna. Takið eftir því að þetta ekki í 90 gráður, ef við viljum gera það þá það önnur aðgerð. Ég ýti á Escape, þetta svo losna úr þessari aðgerð sem ég var í fyrir og ég get notað þessa aðgerð, smelta á þessa línu og þessa og þá fer þetta í 90 gráður. Þá sjáum við að við erum með tvær þvinganir, þríhyrningin sem setur þetta í miðpunktinn og svo þessi hérna sem setur þetta í 90 gráður. Það gera Ctrl-Z. Hérna ætlum við aðeins að skoða hvernig við getum fest þetta við þennan punkt við hringinn. Og ég smelli hérna. Já, við ætlum að fara hérna í korsetin. Svona. Og ég get síðan fært, ég ýti á Escape. Ég get fært þessa línu. Við getum farið hérna líka og breytt. Svona. Ég ætla að fara aðeins tilbaka núna og ef ég smelli á þennan og læsi hringnum, svona, gera þetta svo aftur, ýta á Escape, hérna, fara í punktinn og línuna, svona, þegar ég ýta á Escape til þess að losna af aðgerðina og hérna get ég fært þetta til, svona. Ok, Ctrl-Z, næstu. Hérna ætlum við að sýna hvernig við getum sett hlutina samsíða. Og það eitthvað sem heitir Parallel. Og ég smelli hérna. Svona og smelli á þessa línu. Þá er þetta samsíða þessa línu. Það þessi tákn hérna. Ok. Þetta saman vorum að reyna að gera áðan, þetta svipað nema við ætlum að setja þetta í 90 gráður án þess að láta þetta snertast. Svona. Kemur þetta beint í 90 gráður. Svo getum við sett þetta látið þetta tengjast eins og hérna. Svona og þá fer hann alveg við. Ok. Næsta sem við ætlum að gera er að við ætlum að læra á horizontal og vertikal. Og það mjög einfalt, við smellum bara punktana hérna, þá færist þetta niður. Eða þá að við færum hérna, smelli hérna, og þá er þetta svona og svona, þess að færa. Mál, fer tilbaka. Tangent er svipað, tangent. Og það sem við vorum að gera áðan að festa á línu, nema að ég get farið hérna í línuna að það er ekki punkturinn sem er fastur, heldur að línan sjálf sem er fast við. Svona. Og til þess að losa það constraint eða þá þvingun, þá get ég farið hingað og eitt og þá er línan laus. Svona. Hérna er eitthvað sem heitir smooth. Og til þess að ég ætla að reyna að teikna línu með spline teiknimöguleikanum. Ég fór inn í skets og spline og ég ætla að smella hérna og beint í þessa línu hérna og ég ætla bara að samþykkja þá línu svona. Ég get núna, ég ýti á Escape, ég smelli á þessa línu, held Shift inni og vel þessa línu líka og ég ýti á smooth möguleikan. Og þá kemur svona kurva hérna, smooth kurva frá þessum punkti og yfir í þennan punkt. Ok, ég ætla að fara tilbaka. Svona. Ok, hérna er eitthvað sem heitir equal. En það virkar þannig að ef ég vil láta formin vera jafn stór og hitt formin, þetta, jafn stórt og þetta, þá smelli ég á equal. Smelli fyrst á þetta form. Svo þetta form. Og þá minnkar það. Svo get ég gert þetta öfugt líka. Svona. Ok. Hérna ætlum við aðeins að skoða eitthvað sem heitir symmetry. Og í symmetry þá er rauninni, ef við erum með eitthvað form, fara hérna og svona færa aðeins þetta hérna form, við getum tekið ýtt á symmetry, sem er þessi hérna möguleiki, og ég þarf að velja eina
og 2 línur af forminu og svo þarf ég að velja 3. línuna sem er þá symmetríska línan sem við ætlum að fara eftir. Þá er þetta komið hérna, þetta tákn, sem þýðir það að ef við færum þessa línu hérna, svona, þá er hún symmetrísk með við þessa miðlínu. Þetta var allt sem við ætlum að læra constraints í bili. Takk fyrir.